Komið sæl, ég heiti Auður og með bloggsíðu sem heitir iHeartReykjavík.net og það svolítið erfitt að koma svona eftir Æslandi sem fær einhverja milljónir heimsókna á síðunni sína og svo litli ferðabloggarinn. En iHeartReykjavík ferðablogg, en ekki ferðablogg í þessum hefðbundna skilningi að ég ekki að ferðast heiminn og segja fólki frá því sem á daga mína drífur þar. Heldur ég eingöngu að einbeita mér að Íslandi og að það sem í boði þar fyrir ferðamenn. Og bara svona aðeins mig, fyrir utan það að ég bloggari, þá ég líka háskólanemi í Háskóla Íslands í viðskiptafræði og legg þar áherslu á markaðsfræði og ég var að vinna í ferðaþjónustunni lengi vel við vefmál áður en ég fór í nám. Og með náminu þá hef ég verið að vinna sem ráðgjafi með litlum ferðaþjónustufyrirtækjum og hef verið að vinna verkefni með Markaðsstofu Vesturlands til dæmis og hef verið að blogga svona on and off á ensku íslensku síðan 2003 og ferðast líka mjög mikið sjálf og nota þá blogg mjög mikið á mínu ferðalögum. Þegar ég var svona að byrja með iHeartReykjavík þá var ég ekkert rosalega hrifin af því að segja fólki frá því ég væri bloggari og iHeartReykjavík væri blogg að því Íslendingar eru með miklar ranghugmyndir blogg. Og ég kenni því að hér voru svona ákveðin típa af bloggum sem tröðruðu öllu sem skemmtu svolítið orðspor blogga, en ég komin hingað til að segja ykkur að þetta bara rugl og blogg snilld. Og blogg henta sérstaklega vel í tvennt og það annars vegar að trekkja umferðin á heimasíðurnar ykkar og það engin tilviljun að leitavéla bestuna snillingar setja blogg mjög ofarlega á lista yfir það sem getur hjálpað ykkur í leitavélabestun og svo það þetta að það getur skapað traust og persónuleg tengsl við viðskiptavininn ykkar. Aðeins iHeartReykjavík. Ég búin að vera í loftinu í 2,5 ár og filosófían á bak við bloggið mjög einföld. Þetta eru hreinskilnar og einlægar upplýsingar það sem í boði á Íslandi til ferðamanna, séð með augum heimamanns. Og ég skrifa bara það sem ég hef prófað sjálf eða ég hef persónulega reynslu af og það ekki hægt að kaupa færslur á blogginu mínu. Þið geta ekki komið og borga mér fyrir að skrifa vel ykkur. Það ekki það sem ég geri. En ég alltaf áhugasöm að vinna með áhugaverðum fyrirtækjum og opin fyrir öllum uppástungum. Hugmyndina af blogginu fékk ég þegar ég var að vinna hjá ferðaþjónustufyrirtæki í Reykjavík eftir að hafa legið í gögnum, Google Analytics gögnum og uppgötvaði það að fyrirtækið var að skora rosalega vel á leitafrösum sem tengdu starfseminni sjálfri. En á almennu leitafrösum sem skipta ekki síður máli í þessu af því að ferðamaðurinn ekki endilega að leita að Hótel Hamar, hann kannski að leita að hóteli í Borgarnesi eða Borgarfirði, að þá mjög mikilvægt að skora líka vel á almennari leitafrösum. Og ég kom með þessa hugmyndabloggi til að reyna að bæta þetta og fór mig til þáverandi yfirmannsins míns og náði ekki að selja honum þessa hugmynd en ákvað að fara bara á stað með þetta sjálf því ég trúði á hugmyndina og hérna í dag. Ég hef eingöngu notað netið við að koma mér á framfæri. Ég hef ekki fengið neina fjölmiðla umfjallanir eða neitt slíkt. Þar hafa boðist en þetta alltaf viltur en ég hef bara ákveðið að halda mig svolítið low-key og undir radarnum en ég að taka smá stefnubreytingu í því og í þessum mánuði ég að vinna með stórum erlendu fjölmiðlum og verð þar sem þeir ætla að varpa smá ljós á bloggið mitt og tengja með þeir Reykjavík. Það svolítið erfitt að sýna fram á árangur á bloggi sem ekki að selja neitt af því ég ekki að selja neitt og ég ekki tengd inn í fyrirtæki. En ég ætla samt að reyna og ég ætla að byrja á að sýna ykkur hvernig umferðin hefur þróast á síðuna. Og fyrsta 1,5 árið þá var þetta frekar stabílt og þetta fylgdi bara sveiflunum í ferðaþjónustunni. Það var mikið af heimsóknum yfir sumartímann og lítið yfir vetrartímann en svo gerðist eitthvað í fyrravetur og bloggsíðan tók bara stökk og bara búin að vera að vaxa mjög hratt síðan. Og september var núna sá mánuður sem ég hef fengið flestar heimsóknir og ég fekk 10-falt fleiri heimsóknir í september í ár heldur en í fyrra og í lok árs þá býst ég fastlega við því miðað hvernig allt að ganga
að ég hafi fjórfaldað umferðina frá í fyrra núna í lok ársins. Þannig að hún að vaxa mjög hratt. Já, og svo kannski líka gaman að segja frá því að eftir ég hætti hjá þessu fyrirtæki sem ég pitchaði bloggið til, þá hafði ég aðgang að Google Analytics í svolítinn tíma hjá þeim og gat svona mælt mig við það, mæli með í loki svona þegar fólk að hætta hjá okkur. Og ég komst þess að því að á 1,5 ári var ég komið jafn mikið eða meira af heimsóknum heldur en þessi síða. Og það sem merkilegt við það að ég ein manneskja og þetta fyrirtæki gamalt með gamalt lén með þúsundir bakklinga frá stórum síðum út í heimi og með fullt af offline markaðsefni, bakklingar út allar jarðir og auglýsingar og annað, en ég bara ein manneskja og með blogg og samfélagsmiðla. Og þetta allt í rugli. Allavega, sem sagt, svona, ég hef ekki gert neinar sérstakar rannsóknir á því hverjir að lesa bloggið mitt, en ég get bara svona, ég feg einhverja tilfinningu fyrir því og byggi það svona á því sem fólk að segja við mig á samfélagsmiðlunum og öllum þeim e-mailum sem það sendi mér. Og þetta svona fólk sem að ferðast á eigin vegum. Ég fæ rosalega mikið spurningum bílaleigur og gististaði og þetta fólk sem að vill svona upplifa eitthvað annað og það að leita eftir einhverjum svona mannlegum samskiptum, það ekki að leita eftir einhverjum söluræðum og einhverjum söluvefjum og það vill fá einhverjum svona innsýn í svona daglegt líf á Íslandi. Og ég eiginlega búin að vera í Iceland Secret herferðinni í 2,5 ár. Þannig að ég alveg með í þessu. Hérna sá ég svona nokkra tölulegar upplýsingar iHeart Reykjavík. Ég ætla ekki að fara neitt sérstaklega mikið í þetta annað en að segja ykkur frá því að ég með töluvert mikið af fylgjendum á samfélagsmiðlunum, auðvitað ekkert í samanburði við, Inspired by Iceland til dæmis. En það sem svolítið svona merkilegt við þá sem fylgja mér, þeir eru rosalega virkir og þeir eru, mjög til í að kvitta, læka og deila þó ég sé ekki að gefa neina kápu. Og svo hitt sem ég hef svona verið að ætla að benda ykkur á að ég sem sagt með póstlista þar sem ég býð fólki að skrá sig og það var eiginlega bara til þess að ég geti fengið aðeins meiri upplýsingar þá sem að fylgjast með blogginu mínu og spyr það svona nokkra spurninga af hverju það að skrá sig á póstlistan og þar fjórðungur sem að leita upplýsingum fyrir fyrstu ferð til Íslands og fjórðungur sem að leita upplýsingum fyrir hefur komið til Íslands áður og að leita upplýsingum fyrir næstu ferð. Og svo einhver 43% sem að elska Reykjavík eins og ég, sem að segja mér ekki mjög mikið en það bara svona. Ég get ekki keppt við stóra síður umferð og þetta bara lítið ferðablogg og allt þetta, en það sem ég meira að horfa til þessi persónulegu tengsl og þetta traust. Þetta fólk treystir mér fullkomlega og það fylgir mér, fylgir því sem ég segi rosalega mikið. Og á þessu 2,5 ári þá ég búin að staðsetja mig í huga þessa fólks sem sérfræðingur Ísland og allt sem viðkemur Íslandi. Og ég sé það bara á þeim fjölmörgu fyrirspurnum. Ég að fá hellingu e-mailum í hverju viku þar sem fólk að spyrja mig ýmsa hluti, allt frá bara svona upplýsingar ferðalög á Íslandi og til, hvar get ég lagt við Landspítalann. Og þannig að þetta svona, ég bara, ef það eitthvað sem snýst Ísland, þá bara, já, iHeart Reykjavík, hún hlýtur að vita þetta. Og þannig að, og þetta eins og ég segi, blogg ekki bara, góð fyrir að leita vel best, en það þetta með traustið og að, já, fólk svona finnst að vera í svona persónulegum samskipti við ykkur. Og bara svona til að gefa ykkur einhverja hugmynd þetta, þá hitti ég stundum fólk á kaffihúsum, því fólk vil bjóða mér kaffibolla fyrir að blogga og þá alveg undantekningarlaust getur þetta fólk vitnað í einhverja færslu sem ég löngu búin að gleyma að ég hafi skrifað og bara getur, farið með þar orð frá orði og bara segja mér allt já, ég fór á kaffi Haiti því ég myndist á það að það væri svo gott kaffi þar og þetta fólk alveg bara, pínu fríki á köflum, en mjög skemmtilegt samt. Og ég hef líka lent í því að vera stoppuð út á götu, bara, ert þú ekki þessi sem iHeart Reykjavík? Og svo fer fólk að segja eitthvað svona íslenska frasa sem ég hef verið að kenna í gegnum podcast. Þannig að þetta svona, fólk fylgir mér og það treystir mér og svona, já, finnst það þekkja mig meira en það gerir. En
Og kannski svona það sem hefur komið mest í óvart í þessu hvað erfitt að fá fyrirtæki í ferðaþjónustu til að vinna með mér. Af því að þegar ég hef sambandi við fyrirtæki í ferðaþjónustu, ég er ekki að selja auglýsingar venjulega, stundum hef ég notað auglýsingar til að fjármagna ferðir sem ég hef verið að fara í, en ég er að hafa sambandi við ferðaþjónustu fyrirtæki og bjóða þeim ókeypis umfjöllun og ég fæ ekki einu sinni svör. Þannig að þetta svona, hefur komið dálítið á óvart og kannski er ég ekki að útskýra nógu vel út af hvað þetta snýst, en allavega að þetta getur líka verið þessi bloggfóbía sem Íslendingar virðast hafa. Og hverju skilar svo þessi umfjöllun, fyrir utan það að ég sé stoppa út á götu og eitthvað svona, að ég fæ sem sagt engar beinar tekjur á þessu bloggi, og það er ekki tilgangurinn heldur, ég fæ tekjur mínar í gegnum eitthvað annað, en fyrirtæki sem ég hef unnið með, þeir geta bara tengt tekjur sem þeir hafa fengið beint til mín. Og er sem sagt lítið ferðaþjónustu fyrirtæki sem ég var að vinna með og ég myndist á í einna vinsælustu færslunum á blogginu mínu. Þetta er bara pínlítið fyrirtæki og þetta fyrirtæki fær 25% af allir umferð á heimasíðuna í gegnum þessa einu færslu á blogginu mínu. Og í svona, ég veit ekki, 1/4 af e-mailunum sem ég fá þá er beint sagt frá því að viðkomandi hafi fundið fyrirtækið á blogginu mínu. Conversion rateið hjá þessu fyrirtæki er mjög hátt, bókar mjög margar bókanir fyrirspurnir sem breytast í bókanir og þetta eru bókanir sem hlaupa á einhverjum tugum þúsunda. Þannig að þetta er ekkert einhverju svona, þetta er ekki litli peningar fyrir þetta litla fyrirtæki. Og þetta er sem sagt, ég myndist líka á Símann í einni færslu og það sem ég var að tala bara símafyrirtækinu á Íslandi og ég talaði líka öll hinn símafyrirtækin en ég mælti með Símannum. Og einfaldlega af því á þeim tíma, ég hef ekki kynnt mér þetta nýlega, þá voru þeir með besta dreifikerfið og bestu þjónustuna við erlenda ferðamenn. Og þetta eru sem sagt 2000 heimsóknir sem Síminn hefur fengið af síðunum minni yfir á sína síðu, síðan að þessi færsla fór í loftið. Og þú veist, ég veit ekkert hvað þessu verður að viðskiptum við þá, en það er þeirra að breyta þessi viðskipti, ekki mitt. En þetta er allavega svona það sem ég get mælt. En svo er náttúrulega mjög mikið sem ég get ekkert mælt og það er þetta, þú veist, það sem fólk er endalaust að segja mér hafi gert hitt og þetta sem ég mælti með. Og þetta meira þess að stundur, eins og ég segja, þetta er svolítið pínu svona fríki á köflum, en þegar ég fór þess að hringinn í kringu landi í maí og bloggaði það, en þá eftir það þá sá ég bara helling af fólki sem voru að fylgja mér sem fóru nákvæmlega sömu ferð og tóku eins myndir af sér á, þú veist, sama stað. Þannig að, þú veist, þó ég get ekki mælt þetta, að þá, þú veist, þetta hefur áhrif. Og já, og það eru svo 2 leiðir sem þið getið farið til þess að nýta ykkur blogg í ykkar starfi, svona ferðaþjónustu fyrirtæki, og það er annars vegar að vera með blogg, ykkar eigið blogg, þar sem þið reynið að ná sömu, þú veist, áhrifum og ég hef náð með þessu. Og svo er það að vinna með ferðabloggurum og þó að ég sé, þú veist, í stóra samhengjunni er ég mjög lítil, þú veist, á svona ferðabloggarskalan. Það eru risastóri ferðabloggarar út í heimi sem þið getur unnið með og þið þurfum bara að kunna og vita hvernig þið að tala við þá. En ég sem sagt ætla ekki að koma hérna að segja ykkur að það sé lítið mál að vera með blogg, að þetta er bara hörku vinna og margt sem þarf að huga að, en þetta borgar sig alveg margfalt. Og þetta er ég. Og bara svona venjulegum degi þá er þetta svona cirka það sem ég er að gera fyrir bloggið. Og þetta virðist vera rosalega mikið, en þú veist síðan, þú veist, bæti ég við að ég er í fullu námi og ég er að vinna og ég á fjölskyldu sem ég sinni ekki nógu vel. Og ef ég get þetta ein, þá sé ég bara enga ástæðu fyrir því að þið, með einhverja starfsmenn og peninga og alls konar á baku ykkur, því ég er ekki heldur með neina peninga, að þá er þið bara að geta þetta líka. Og það er bara þannig. Og síðan langar mig að segja ykkur aðeins frá þessu fólki á þessum myndum, en þetta eru allt lesendur síðunar. Og í gær sagði ég á Facebook að ég væri að fara að halda erindi í Hörpu og spurði fólk hvort það væri til í að senda mér mynd af sér og aðeins svona segja mér hvernig iHeart Reykjavík hefði hjálpað við að plana ferðirnar eða svona auka virði ferðarinnar eða þannig. Og það er skemmst á því að segja að ég fekk 50 myndir að velja úr og alls konar upplýsingar og með þessu öllu þá fylgdu alltaf
góðar óskir að mér myndi ganga vel og að, þú veist, ef mér vantaði eitthvað fleira, að bara endilega hafa samband. Þannig að, þú veist, ég var að vinna hjá þessi ferðaþjónustufyrirtæki hérna sem ég hef minnst á áður og þar vorum við með Facebook-leik þar sem í boði var hérna, sem sagt, ferð til Íslands með gistingu og öllu gegn því að fá senda myndir og við náðum ekki 50 myndum í þessum leik. En þessu náði ég á 2 tímum í gær. Þannig að, já, svona það sem ég að reyna að koma hérna á framfæri að þetta snýst miklu meira heldur en bara umferð og leita alveg best þetta snýst þessi persónulegu tengsl og þetta traust sem þið getið náð með því að vera með skemmtilegt blogg. Ég ekki með fleira, en svona getið haft samband við mig og ég þakka bara fyrir mig.